Gylfi, 4-2 sigur IBF-inn í dag, hvernig tilfinningin eftir leik? Hún mjög góð heilt yfir. Mér fannst við frábærar í svona 30 mínútur í fyrri hálfleik og það var bara mjög gaman að sjá hversu góðar við gátum verið og getum verið. Mér finnst þetta bara með því betra sem við höfum sýnt í sumar, þannig að ég ótrúlega ánægður að sjá bara virkilega öfluga frammistöðu. En svo mótið, þetta svo smá blenda tilfinningar því að ég hefði viljað, maður svo hungraður og gráður sko, ég hefði viljað hafa þetta lengur. Mér fannst ekkert með þess að byrja leikinn illa og ótrúlega ánægður með stelpurnar að ná að snúa það við. Þær gerir þetta allt of oft að þurfa smá tíma til að vinna sinni þetta en svo bara taka þær yfir og gera það núna. En já, þessi seinni hálfleikur var bara, ég veit ekki, mér fannst þetta eitthvað smá lélegt sko, svona í minningunni. Byrjuðu leikinn frekar illa eins og það segja, lendu undir eftir 8 mínútur og IBF búið að vera betra liðið fram á því en svo bara, hvað gerist eftir það? Ég get ekki svaraði sko, ég veit ekki hvað gerist út af því að þetta var svo umörulega aldrei farið inn í leik með jafn skýrt leikplan og þú veist, það var bara, við vorum bara mjög ólíkar okkur sjálfum, ég veit ekki af hverju, ég skil ekki af hverju, mér fannst IBF ekki vera að þvinga okkur í að verða eitthvað annað en við viljum standa fyrir, en bara samt sem áður, ég ætla frekar að horfa á það jákvæðum augum að ég ótrúlega ánægður með að þær náðu að snúa þessu og bara risastórt hrós á leikmenn að lenda marki undir á móti öflugu liði, ná að snúa þessu, halda þolinmæðinni, halda bara haus og bara gjörsamlega slátra þeim í 30 mínútur. Mér finnst það bara vel gert hjá þeim og ég er mjög ánægður með flest. Nicole Phillips, hver á pælingin, hún miðvörður spila strækjar og skorar 4 mörk. Þetta er ekkert miðvörður, þetta er bara strækir, þetta er bara sóknarmaður og guðsnáð, hún veit það bara ekki sjálf. Ef hún myndi vita þá væri hún örugglega bara að spila í bandarísku úrvalsdeildinni sko, sem strækir, ef hún myndi bara fatta það sjálf. En við prófuðum þetta oft í fyrra í lengjudeildinni og þetta svín virkaði þá. Við höfum prófað þetta 2-3 í sumar og þetta verður ekki virkað. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað sniðugt að vera að tala um það, en fyrir leik þá var ég bara liðið afsökunar á að prófa það. Ég sagði við þær, ég veit, búin að prófa þetta nokkru sinnum, þetta hefur ekki gengið sko, bara stelpur, mér langar að prófa þetta einu sinni enn, mér bara líður eins og þetta er bara svona, þetta á að virka og þetta var eiginlega galið, 4 mörk bara, hvað var þetta á, 20 mínútur með það? Ótrúlegt, hún náttúrulega bara, þetta er fucking ískáp sko, hún bara, það er ekki, hver á að ráða við hana, ég veit það ekki, það er engin við hana. Hún líka bara alltaf á réttum stað einhvern veginn? Já, klárlega, bara það sem boltinn er og við finnst bara að gera þetta mjög vel. Hún er búin að bæta það aðeins en við erum ekkert eitthvað mikið að vinna í einhverjum sóknarmannafærslu með henni en það er geggjað að vera með leikmann sem getur spilað hafsend og strækir. Er þetta framtíðarlaust fyrir ykkur? Ég veit ekkert hvað er framtíðarlaust. Þessi sóknarmannastaða hjá okkur er bara búin að vera bara hlægileg sko og ég hef bara gaman að því sko, þú veist, mér finnst þetta bara svo skemmtilegt lið, mér finnst bara gaman að horfa á þetta lið spila og sama hver það er, hvort það er hafsend eða bakvörður eða einhver strækir eða whatever, ég veit ekki hvort hann er frá Lettlandi eða Bandaríkjunum eða Ungverjalandi eða Íslandi, við erum að prófa eitthvað alls konar réttfættur, örfættur og rauðherrar og sköllóttur og prófa þetta allt saman, en ég veit ekkert hver framtíðarlausnin er sko, en kannski erum við on to something með þessu. Seinni hálfleikurinn, það var meira hark og kominn smá hiti í þetta í lokin líka, milli temanna á bekkjunum. Já, ég veit það ekki, ég veit það ekki, það var eitthvað smá hiti, það var ekki bara gaman að það. Var skemmtilegt? Já, ég veit ekki hvað maður að segja við það sko, við lifum okkur inn í leikinn og þetta er bara, þjálfarateymi beggja liða bara hafa mikla ástríðu fyrir þessu og bara 2 lið sem hafa bara verið á fljúgandi siglingu núna síðustu 2 árin og bara gert vel, þannig að þetta bara mikill metnaður á báðum bekkjum. Eva Ír í markið í dag, ég heyrði að hún hefði ekki mætt á eina æfingu fyrir leikinn, hún bara stóð sig virkilega vel. Já, hún mætti á æfingu í september í fyrra og síðan ekki söguna meir sko. Það, talandi um einhverja sprengklægilega leikstöður, það var náttúrulega markmannstaðan okkar líka búin að sprengklægilega, þetta er meira og minna bara búið að vera sprengklægilegt tímabil sko, en hún mættir og bara, það var ekki að sjá að hún hefði ekki æft fótbolta sinni í september í fyrra, hún bara greip inn í allt og ég vissi ekkert hvað ég var að fara að sjá en ég er mjög ánægður með það sem ég sá og ég er bara ótrúlega þakklátur henni fyrir að vera til í þetta, koma og bjarga okkur í dag og já, ég er ótrúlega þakklátur fyrir það.
Hann spila meira? Ekki hugmynd sko, ég mun örugglega ræða við hana, sjá hvernig henni líður, en ég held að hún sé bara búin sko og hætt og við verðum kannski komið með enn eitt markmann inn í næsta leik, bara svona til að halda áfram að kveikja þessi í þessu. Þetta er ekki lóka ákveður.